ríkislögreglustjóra. Það Eygló Harðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir kærlega fyrir að bjóða mér að koma og fara í gegnum þau verkefni sem meðal annars er á mínu borði hjá ríkislögreglustjóra. Ég starfa sem verkefnastjóri afbrotavarna og það felst í því að ég að sinna þá samhæfingu, forvarna og fræðslu með þá lögregluembættunum og fjölmörgum öðrum samstarfsaðilum. Íti ég bara hérna á varðandi glærunar. Ok, þakka fyrir. En það sem ég ætlaði þá hér að fjalla sérstaklega þá ofbeldi gegn öldruðu fólki og það sem ráðherra kom hér inn á þessi staðreynd að niðurstöður allanna þeirra vinnu sem við fari í segir að hér séum að ræða dulinn veruleika í íslensku samfélagi. Þannig að markmið mitt hér þá að fara í gegnum og varpa ljósi þá á umfangi eðli ofbeldis gegn öldruðu fólki, fylgja hér eftir aftur upp á það sem þegar búið að koma fram hér á undan. Aðeins að skoða hvernig þá íslenska staðan í alþjóðlegu samhengi og svo líka aðeins lyfta raunna hvert þá hlutverk lögreglunnar og samstarfsaðila þegar kemur að vernd og forvörnum vegna þessa og í raun og veru nálgast þá þetta viðfangsefnið og ofbeldi gegn öldruðu fólki sem ekki bara löggæslumál heldur þetta lýðheilsumál. Þannig að ég sérstaklega ánægð að sjá hér landlækni því að ég held að það sé mjög mikilvægt að þegar við erum að vinna afbrotavörnum að við séum að vinna þær út frá lýðheilsu. En hér aðeins bara líka til þess að við byrjum á því að horfa svona á heildarmyndina að þá það þannig að alveg eins og við gerum okkur ágætlega grein fyrir það að vandinn þegar kemur ofbeldi í samfélaginu nær yfir alla aldurshópa. Þannig að það engin undanskilin. Þannig að það kannski að við vorum ætla það vera orðin 67 ára, eins og segir málefni aldraðra, þar með væri þú undanskilin því að sæta ofbeldi svolítið mjög langt frá raunveruleikunum. Þannig að þetta hér niðurstöður úr þolendakönnun lögreglunnar sem við vinnum ríkislögreglustjóri og lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu árlega. Held ég eina könnunar á landinu sem gerum þessum hætti þar sem við erum annars vegar að spyrja bara upplifun fólks og öryggi, þjónustu lögreglunnar, en líka síðan hvaða megin afbrot fólk hefur orðið fyrir á árinu. Þannig að þetta svör það núna 24, þar sem hefur að spyrja bara þetta ár. Þannig að þetta ekki uppsafnað eins og við sjáum oft í það sem við erum að spyrja alla ævina, heldur þetta bara úrtækið varstu fyrir þessu. Og þannig að þið sjáu þá töluna hér. Vandinn nær þá einmitt yfir alla aldurshópa. Í þessari könnun erum við að spyrja hins vegar 18 ára eldri, en síðan hefur við verið að vinna með íslenskum æskulýðsrannsóknum upp á að ná betur utan þá sem eru undir 18 ára. En varðandi þetta bara að við séum sammála skilgreininguna. Við erum ennþá með í lögum að aldraður einstaklingur sé 67 ára eldri, en við sjáum víða erlendis að þá vera að tala 65 eða 60 ára. Og síðan þarna skilgreining alþjóða heilbrigðisstofnunar þegar talar ofbeldi gegn öldruðu fólki eða elder abuse eins og þeir eru að tala að þá þetta þýðingin sem kom fram í skýrslugreiningadeildar ríkislögreglustjóra að einstakur endurtekin verknaður eða skortur og inngripi innan sambands þar sem vænst traust sem veldur skaða eða óþægindum fyrir aldraðan einstakling. Og hér erum við líka aðeins búin þannig að ég ætla að koma aftur með mína glæru hérna varðandi skilgreininguna birtingamyndinir á ofbeldi. Þannig að líkamlegt, barsmíðar, það getur líka verið lyfjamisnotkun, andlegt, hótanir, niðurlæging, einangrun, fjárhagslegt, misnotkun, fjármuna, þvinganir. Mikilvægt að ræða vanrækslu, hún getur verið skaðleg, skortur og umönnun, næringu, hreinlæti, en líka bara mismunun og við vitum að það geta verið breytur hjá einstaklingi sem geta gert það verkum að viðkomandi í viðkvæmri stöðu og það eru meiri líkur á því að viðkomandi verði fyrir ofbeldi. Það sem við erum að sjá líka núna og kannski var ekki listað í þessu gögnum en ég vildi taka hér sérstaklega fram það að við erum að sjá notkun á tækni sem stafræna koma fram í nánast öllum þeim málum sem koma upp hjá okkur. Líf okkar í símanum, en við erum líka að sjá raunar þegar kemur að þessu hvernig þeir vera að nota tækni til að brjóta á fólki, alveg eins og Bogi til þess nefndi hér, bara í frásögninni af formanni Centerflokksins í Svíþjóð.
Þannig að hér eru ræða mannréttindabrot en þetta líka lýðheilsuvandi. Og þá þetta það nýjasta sem ég fann hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni og ég mér fannst þetta var eiginlega meira en það sem hafði komið fram fyrr hjá þeim, að þá segja þarna, þeir að vísa í þessa sömu könnun og við fjöllum í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra, einn af hverjum 6 yfir 60 ára verður fyrir ofbeldi. Það var 15,7% sem kom fram í þessari rannsókn. Það hins vegar vísa til þess að það er mjög misvísandi raunar, ef þú skoðar rannsóknir upp á hvert hlutfallið Það það sem líka slær mann svolítið í nýjustu gögnunum, að þurfa að tala hversu hátt hlutfall af starfsfólki á stofnunum sem að sinna öldruðum viðurkennir að hafa beitt ofbeldi eða orðið vitni að ofbeldi. Og það sem líka gerðist þarna í COVID það að við náttúrulega höfðum mjög mikla áhyggjur af öldruðu fólki, þau einangruðust mjög oft inn á hjúkrunarheimilunum, þannig að hér bendaðum að þetta eru tölur á heimsvísu, ég er ekki með íslensk gögn, en þarna þetta verið að tala bara að þau eru með vísbendingar þetta hátt hlutfall að ofbeldi hafi aukist í COVID. Og síðan það sem ráðherra kom hér líka inn á það eftir því sem þjóðin eldist hærra hlutfall af öldrum verður af þjóðinni og þá er aukin hætta á ofbeldi. Ég ætla líka að fá að nefna þessa rannsókn Sigrún Ingvars frá 2007. Þetta var mikið frumkvöðla starf sem hún fór í með þessari rannsókn sinni og þetta eru tölur eins og við sjáum þetta er ekki kannski alveg jafn há hlutfall og við vorum að sjá þarna í húttölunum en þetta er verulega hátt þar sem hún að kemur fram með starfsfólk félagslega heimaþjónustu. Þannig að 57% höfðu vart til vanrækslu, 20% höfðu grun ofbeldi gegn notendur þjónustunar, að þau komin á heimil hjá fólki, 44% starfsfólki heimaþjónustu greindi frá slíku tilvikum, en það sem sló okkur sérstaklega það hversu margir af þeim sem voru spurðir töldu að það tilkynna myndi ekki skila neinu, myndi ekki breyta neinu. Og það í mínum huga bara óásættanlegt, að það sé tilfinning þessa lykilstarfsfólks, að það tilkynna leiði ekki til neinna breytinga. En hér eru þá gögn úr lögge, málaskrá lögreglunar, þannig að hér frá 2015 til 2024, það tímabil sem við tökum út skýrsluna. Og þá eru að sjá að þetta eru 67 ára eldri og þetta eru öll ofbeldisbrot sem eru tilkynnt til lögreglu. Og þannig að hér sjáðu að þetta eru kynjahlutföllin eru það sem frekar jöfn með kannski maður sér ofta áður, en þetta eru öll ofbeldisbrot. Þannig hér eru ekki bara að tala það sem við flokkum kannski sem kynbundið ofbeldi, heimilisofbeldi eða kynferðisbrot, heldur raunar það sem flokkast undir líkamsárásir. Og undir okkar skilgreiningu líka varðandi heimilisofbeldi að þá erum við ekki bara að tala líkamlegt ofbeldi. Það eru margir brotaflokkar sem geta fallið undir skilgreiningun okkar þegar kemur að heimilisofbeldi. Og það sem hér sjáum við hlutfallið 67 ára af öllum ofbeldisbrotum. Og þá sjáum náttúrulega það að talan tiltölulega lág. Við erum svona einhvern veginn í kringu 2–3%, en við erum aðeins 2019 að þá erum við að það kemur að við leggjum saman þannig kynin, þá erum við kannski 3–5–6% af heildabrotunum sem eru 67 ára eldri. Mér þótti einmitt út frá þessu sem kemur fram í gögnu HÚ, þá horfi ég aðeins þannig á 2020 og 2021 varðandi það að við sjáum lækkunna í hlutfallinu þar, en síðan þá erum við að sjá fjölgun í tilkynningum mála og það er mjög áhugavert núna, við erum komin fram í október, þannig að þá ennþá eftir að bætast við, þannig að við erum að sjá fleiri tilkynningar sem eru að koma til okkar. Ég vil hins að taka fram einmitt, bara út frá fyrirsögnum sem ég er að tala það að við viljum ekki bara tala og flagga því, og mikilvægt að hafa í huga, þó að fjölgi tilkynning til okkar, þá það oft árangur að vinna okkar, vegna þess að við erum að hvetja til þess að sé tilkynnt. Þannig að þessin er svo mikilvægt að við séum annars vegar að horfa þá sem hvað tilkynnt, hvað sem mikið að gera í kerfinu, en síðan hitt það að vera með svona tíðnirannsóknir það að spurja meðal almennings, bara hver umfang vandans, þannig að bera það saman. Þannig að við viljum fækka eða draga úr ofbeldi en fjölga tilkynningum. Þannig að þetta síðan var í COVID, þá var skipað aðgerðateymi vegna heimilisofbeldis og ofbeldis gegn börnum.
og við með Hjördís kemur hérna og mun hafa frá neðalínu og mun meðal segja frá einni afurðin þar, en ég var ég var fengin og bara var mjög þakklátt fyrir það að vera treystur að sitja í þessu aðgerðateymi ásamt ríkislögreglustjóra og eitt af því sem við okkur var falið að gera, við áttum huga sérstaklega viðkvæmum hópum og þannig og þar meðal var það að hérna við lögðum til við ráðherra að greiningadeild ríkislögreglustjóra myndi vinna skýrslu ofbeldi gegn öldruðu fólki, því við vorum ekki að finna neitt, við vorum ekki að finna neinn gögn, við vorum ekki að finna fræðslefni annað upp á það hvað nákvæmlega ætti að gera. Og niðurstaðan þar þetta að við bara litlar upplýsingar, fáa tilkynningar og vandinn væri ósýnilegur, hann væri falinn hjá okkur. En það sem þeir sáu þá allan þegar voru að skoða rannsóknir erlendis það að algengasta formið væri þá andlegt ofbeldi, fjárhagslegt ofbeldi og vanræksla og síðan aftur að gerendurnir eru oft ættingjar, makar eða umönnunaraðilar sem að sinna þjónustu við aldraða. Og það sem líka hérna þessum helstu áhættuþætti bara samkvæmt bæði þá raunar þarna náttúrulega vorum við að byggja á gögnum frá HÚ en líka öðrum rannsóknum hjá hana ríkislögreglustjóra að þolandi það getur þetta heilsuleysi að eiga við heilsuvanda að stríða þegar þú eldist, það fötlun, fátækt, einangrun að geta brotið á fólki af því það einangrað, en gerandi sem við þurfum að hafa hann í huga, það fíkn, það geðræn vandamál, það fjárhagslega og það sem ég þótti líka mjög áhugavert að sjá og við erum að sjá tel ég líka eitthvað liti okkar að málum, það að þegar gerandi háður þolanda fjármagn eða húsnæði eða annað. Þannig að þau eru fjárhagslega ósjálfstæð gagnvart þolanda. Og síðan það aldursfordómar og menningarleg viðhorf geta hugsanlega aukið áhættuna. Þannig að við bara sjáum ekki það. Við lítum ekki á þennan fólk 67 ára að þau séu áhættu. Þannig að þá það ennþá einangrar og ennþá verið að stíga fram. En líka síðan, það sem við náttúrulega þekkjum, að það hefur orðið veruleg viðhorfsbreyting á milli kynslóða. Þannig að eins og þegar ég að koma með erindi almennt og að ræða við eldra fólk versus yngra fólk, þá finn ég alveg að það munur. Og það hefur raunar jafnvel skilgreiningar eða hegðun sem kannski eldri kynslóð bjuggu við, eitthvað í dag sem við höfum sagt ólöglegt, við erum að fylgja eftir, og við tölum sem ofbeldi. Þannig að þessin svo mikilvægt að fjalla líka birtingarmyndirnar, þannig að máta fólk inn í aðstæðunar hvað við erum að tala um. Það sem ég vil líka aðeins lyfta hér að ráðherra farin, en það var frábært að sjá það að Tryggingastofnun fór núna og vann sérstaklega skýrslu aðstæður fólks með örorku og sérstaklega konur. Og þá kom í þessari skýrslu fram að margar konur með örorku hafa orðið fyrir ofbeldi snemma á ævinni og þannig að þú ert með svona uppsöfnun áföllum yfir ævina. Og þetta getur síðan leitt til aukinni viðkvæmni. Þau eru í verri stöðu og útsettara mögulega á efri árum. Það getur líka verið þannig þetta talandi það, að því við erum að tala það séu nákomnir. Þannig að mögulega geta hafa verið erfiðar aðstæður þegar börn eru að alast upp við og síðan eru þau komin í umönnunarhlutverk gagnvart á sínum foreldrum þannig að það svissast á hlutverkin. Þannig að þetta eitthvað sem ég held að ættum að hafa í huga og ég vona sannarlega að því að þessi rannsókn en ég hef ekki séð svona gögn áður að sama verði gert gagnvart eldra fólki að Tryggingastofnun taki sambærileg skref og vinni svona úttekt gagnvart eldra fólki líka. En það sem ég ætla líka bara aðeins að fá að hlaupa hratt yfir hvernig hvert hlutverk okkar hjá lögreglunni en líka hversu miklu máli skiptir varðandi samstarfsaðila. Ég sé að ég aðeins farin að gjóa augunni hérna á mig varðandi tíma. Ok, hann hristi höfuðið. Gott. Þá að fyrir hvað 2000 og ætla að vera 2010-11 þá var farið á stað með tilraunaverkefni á Suðurnesjunum. Núverandi ríkislögreglustjóri var þá lögreglustjórinn á Suðurnesjum þar sem breyttu verklagi lögreglunum þegar koma heimilisofbeldismálum. Hún síðan tekur við þessi lögreglustjórinn hér á höfuðborgarsvæðinu og síðan í framhaldinu þetta verklag hefur það verið innleysist á landsvísu. Og það einfaldlega bara endurspegla það að þetta ekki verkefni bara lögreglu, heldur við munum ekki geta tekist á við þetta verkefni öðruvísi en það að vinna með öðrum. Þannig að það sem var breytt þarna það að tala það þegar það kemur tilkynning, það getur verið nágranni sem heyrir eitthvað eða þú hefur áhyggjur eitthvað af einhver sem í gangi og þú hefur samband við 112 og síðan bara lögreglubíll sem sendur á staðinn
og það þeirra síðan að meta. Það ekki raunar endilega að vera að tilkynna ofbeldi, heldur það þeirra þau koma á vettvang og það þarf ekki að vera heimili. Það getur verið bara út á götu, í bíl, hérna á skemmtistað og svo framvegis, inn í búð, þar sem það lögreglan sem metur hvort að það sé grunur brotið eða ekki. Og við það virkjast heimilisofbeldisverklag lögreglunar. Þannig að þá kemur rannsakandi á vettvang, þá kölluð út félagsþjónustan og ef barn á staðnum þá kemur barnaverndarþjónustan og þá reynt að afla allra upplýsinga eins og hægt á vettvangi, safna gögnum þá, því að glugginn bara opinn í ákveðin tíma. Fólk í uppnámi, oft tilbúið til að kannski segja hluti, svo lokast glugginn. Og þetta þannig að rammin þarna það eins og ég nefndi, það milli skyldra og tengdra. En við erum ekki undir þetta verklag, erum við ekki með óskylda aðila eins og umönnunaðila. Þannig að og það hafa alveg verið óskir og ábendingar það að við ættum hugsanlega að breyta þessu verklagi okkar þegar kæmi öldruðu fólki eða fólki með fötlun. En við teljum einfaldlega þá að það þurfi að fá skýrari ramma og betri lagastóð undir það sem við erum að gera. Ég vil líka nefna það sem hefur verið að gerast núna bara undanfarnar myndi ég segja kannski 2-3 árum í heilbrigðisþjónustunni. Það bara magnað að fylgjast núna með heilbrigðiskerfinu, hvað að stíga fast inn í að bæta þjónustu vegna ofbeldis. Þannig að þau kalla þetta HOF-verklag þegar kemur að heimilisofbeldismálum. Þannig að það komið sérstakt teymi núna við bráðamóttöku Landspítalans sem á að samræma þjónustu heilbrigðiskerfisins á landsvísu þegar kemur að heimilisofbeldi. Og þau fylgja málum eftir, þau taka á móti, þau vinna með öllum heilbrigðisstofnunum, þau eru að tryggja það að þolendur fái aðgang að réttargæslumanni, aðgang að áfallateyminu, hjálpa okkur að leita áverkavottorðum þegar kemur síðan að meðferð mála, bjóða að fá lögreglu á staðinn. En það sem ég vonast til þess að nú þetta ráðherra breyti, því að fyrir ráðherra hafa svo sannarlega ekki staðið sig þar, að tryggja skýra löggjöf þjónustu vegna ofbeldis. Við erum ekki með þess áttar löggjöf á Íslandi. Þannig að það sem við höfum þá gert eins og í heimilisofbeldisverklaginu í samvinnu við sveitarfélögin, það hefur verið vegna samstarfsvilja sveitarstjórnarmanna. Vegna þess að þeir hafa tekið ákvörðun að gera þetta. Að vera með bakvaktir með þessum hætti, að mæta á vettvang með okkur, en ekki vegna þess að það sé endilega lagaskylda á þeim varðandi þetta. Þannig að við þurfum að tryggja upplýsingamiðlun og svo þurfum við að tryggja þverfaglega samvinnu vegna þjónustu við þolendur, gerendur og aðstandendur. Við þurfum að bæta eftirfylgni. Ég held að við séum orðin ágætt þokkalegi að bregðast við, en við erum ekki nógu góð í eftirfylgni og að koma í veg fyrir ítrekuð mál. Þurfum að bæta þar. Og þannig að málsmeðferð hjá öllum samstarfsaðilum, þar sem við metum að þolandi í verulegri hættu, þá verðum við að geta unnið saman án samþykkis þolanda. Vegna þess að þetta ekki, gerandinn ekki bara einhver. Heldur það einhver sem fólki þykir vænt það sem elskar og treystir á eða býr með. Og þannig að þess vegna þurfum við að geta unnið saman, jafnvel að þó þolandi hafni því. Áhersla á þolanda með nálgun og skjót viðbrögð. Þannig að það aðeins bara upp á að renna það sem okkar tillögur að framtíðarsýn varðandi þetta. Það þarf að setja lög þjónustu og upplýsingameðlun vegna ofbeldis. Við þurfum áfram að þróa samstarf og verkferla lögreglu, félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu. Ég horfi á framkvæmdastýru Kvennaathvarfsins og ég átt að bæta við, það skiptir mjög miklu máli að það sé gert í samstarfi við þau lykilfélagasamtök sem hafa svo sannarlega tryggt þjónustu áratuga saman þegar við vorum ekki að standa okkur og þurfum að gera betur, við vitum það. En líka síðan þetta sem var svona megin niðurstöðin í skýrslu greiningardeildarinnar það við þurfum að fara í vitundavakningu. Við þurfum að halda áfram að tala þetta, opna umræðina. Þannig að það var mjög jákvætt að heyra bara umfjöllunni hjá RÚV í gærkvöldi. En við þurfum líka að fara í þessar rannsóknir, afla betri gagna og síðan bara halda áfram að berjast gegn aldursfordómum og vanmati og þörfum eldra fólks. Því þetta ekki verkefni lögreglunnar, heldur þetta verkefni okkar allra. Við munum ekki geta stóðið að ofbeldi nema það við gerum þetta öll sem samfélag. Þannig að takk fyrir. Aðeins ekki auðvitað þess að þú hélst að þá erum ekkert mjög knapp á tíma og fyrst ætla ég að tilkynna það fyrir þau sem eru að fylgjast með á netinu að voru einhverjar truflanir en þær munu komnar í lag og í annan stað að þá
Ég byrst afsökunar á röddinni, mér skilst að annarkvor maður í landinu sem er eitthvað svona haustkveð, að þá er þetta tekið upp og það má horfa á þetta eftir á og upptakan að öllum líkindum er alveg truflunarlaus. Mér langaði bara, Eygló, að spyrja þig tvennt í rauninni. Þú ert að tala um viðhorfsbreytingu, ég veit ekki kannski fá aðeins nánari útskýringu hjá þér, varðandi þessa viðhorfsbreytingu sem þú varst að tala um og eins er nauðsyn þess sem þú komst inn á að vísu hér síðast það að það verði að tryggja löggjöf sem ekki hafi verið tryggð áður. Hvað er það sem að okkur skortir, hvaða lagaheimildir er það sem að okkur skortir, ef að ég má gera svo djarfur, gera svo vel fyrirgefum. Takk fyrir. Svona myndi ég segja eiginlega bara, það er hvað 2011-2012 sem Ísland undirritar samninga Evrópuráðsins gegn hana kynbundnu ofbeldi, svokallaður Istanbúl-samningur. Og það fól í sér mjög víðtækar skuldbindingar, varðandi það að gera breytingar á lögum og tryggja mun umfangsmeiri þjónustu þegar kemur að kynbundnu ofbeldi og þar undir heimilisofbeldi og kynferðisbrot. Og við höfum náttúrulega bara verið að vinna því að innleiða þennan samning líkt og aðrar Evrópuþjóðir sem hafa undirgengist þennan samning. Og það hefur þýtt þá að það hefur verið bara farið markviss inn í hegningarlögin, þannig að menn hafa verið að breyta þeim. Það hefur komið inn sérstakt heimilisofbeldisákvæði, það hafa verið gerðar breytingar á kynferðisbrotakaflanum, við höfum séð breytingar og það kemur inn svokallað samþykkisákvæði þegar kemur að kynferðisbrotum. En líka síðan það sem ég myndi bara segja er það að mín tilfinning er mjög sterk fyrir því að það er mun minna umburðarlyndi fyrir ofbeldi í samfélaginu. Þannig að samfélag er bara að segja hluti kannski sem voru ekki ræddir eða viðgengust eða við kannski okkur grunaði en við sögðum ekki neitt. Það er í dag að segja þetta er bara ekki í lagi. Og það er þessi krafa það að við gerum betur. Og það sem ég nefndi varðandi sérstaklega varðandi þjónustu að það var starfshópur starfandi undir í félagsmálaráðuneytinu sem skilaði tillögum það hvernig væri hægt að bregðast við ábendingum eftirstefndar með Istanbúl-samningnum. Það er svokölluð grefi og nefnd sem tekur út öll ríkin sem hafa undirritað þennan samning. Og þannig að þar eru tillögur sem sérstaklega snúa raunar að málefnasviði félagsmálaráðuneytisins. Af einhverju leyti fór hún aðeins út fyrir verksviðið og voru með ábendingar gagnvart dómsmálaráðuneytinu. En þar var verið að horfa til þess að nágrannaþjóðirnar eins og það sem við horfum mest í Norðurlöndin hafa verið að setja inn að lögfesta þjónustuna. Þannig að ekki byggja af almennu orðalagi eins og við erum að gera í félagsþjónustulögunum heldur raunverulega bara segja það að þetta er lágmarksþjónusta sem þarf að tryggja í samræmi við þessar alþjóðlegu skuldbindingar. Þannig að þarna eru tillögur það hvernig eiga að gera það og þarna er líka síðan kostnaðarmat á því hvað þessar tillögur hana kosta. Og ég vona svo sannarlega að því að hér kemur Jón Björn Hákonarson seinni í dag og er að fara að halda erindi að fyrir hönd sveitarfélagana að sveitarfélagin hafa verið að taka á sig aukinn kostnað án þess kannski það hafi verið tekið til þess. Þannig að með því að það verði farið kannski að lögfesta þessa þjónustu þá kannski getur maður vonast til þess að þau fá þá líka fjármagn í samræmi við það sem þau hafa verið að gera. Og líka það að tryggja þessa stöðlun þannig að við séum ekki að sjá kannski hlutfallslega mun á milli tilkynninga á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar þannig að það er það sem ég og við erum að vonast eftir en ekki hvað síst þetta sem ég var að nefna fór tilbaka það er þetta að heimila okkur að miðla upplýsingum. Að það sé bara ekki þannig að þetta sé, og í raun og ekki heimila heldur skylda okkur til þess að snúa þessu við. Þannig að því það er ofta hvíls oft þungt á starfsfólki að meta er hættan raunverulega ekki, má ég rjúfa trúnaðinn í staðinn fyrir að segja bara að þú átt að rjúfa trúnaðinn. Það er skylda þín að gera þetta. Og þegar rauðu flöggin eru komin. Ég er ekki að segja það að ég gera þetta í öllum tilvikum. Við höfum séð það í einstakar löndum þar sem að það er alltaf kölluð til þess lögreglan þegar kemur kannski og kemur inn á neðamóttöku út af kynferðisbroti. Ég er ekki að segja það. Ég er að segja það að þegar við erum með reynslumikla starfsmenn sem hafa kannski áratuga reynslu af því að þjónusta fólk sem býr við ofbeldi, horfir á eftir skjólstæðingi, ganga út og hefur ágjörð mun ekki sjá viðkomandi aftur.
þá bara á skilyrðislaust, þá bara flagga og þá sést á bara að kalla saman þó jafnvel að brotaþoli sé að segja nei, hafi hafnað. Þannig að og síðan ekki bara það, við erum ekki bara að tala um þannig að það þurfi að miðla upplýsingum, að við sitjum síðan saman við sama borð. Í Bretlandi hefur þetta verklag verið kallað MARAC, en það talar um að þetta fjölþætt samvinna aðila. Það sem sem dæmi að það gæti verið rannsakandi, það gæti verið þá hjúkrunarfræðingur, það gæti verið félagsráðgjafinn, það barnaverndarstarfsmaður á heimilinu og svo talsmaður, ef þolandi treystir sér sjálfur ekki að við sitja á borðið, þá talsmaður viðkomandi sem situr þá við borðið og vinnur öryggisáætlun. Það gæti verið fulltrúi kvennaathvarfsins eða einhver sem gæti þarna haldið sjónarmiðum að þá brotaþola á lofti. Og svo vinnum við saman úr þessu. Því að það getur tekið langa tíma fyrir réttarkerfið að fá dóm. Við vitum það líka að við dæmi fólk ekki varanlega í fangelsi. Og þannig að markmið okkar með þessu á að vera að stöðva ofbeldið. Það það sem fólk að biðja um. Því þetta ekki svo oft einhver. Þetta fólkið þykir vænt það treystir. Þetta eru börn þeirra, þetta eru maka þeirra. Og þannig að þessin það sem við heyrum bara, fólk talar það bara, það vill fá að búa við aðstæður sem við flest hver teljum sjálfsagðar í öryggi. Þannig að það sem ég ætlaði kannski fyrst, ég hafði auka tíma, þess ég ætlaði kannski fá að nefna það, við erum mögulega sem við gæti verið samstarfsverkefni, Hjördís þannig kannski að samþykkja í framhaldinu það, við höfum átt alveg frábær samstarf við Neyðarlínuna og bara, þannig að ef það eitthvað sem ég ætlaði að muna eftir daginn, þá það 112, 112.is. En við hefum verið að vinna svona plaggöt, þá myndi náttúrulega ekki líta svona nákvæmlega út fyrir eldra fólk, en þetta eitthvað sem við höfum verið að dreifa í skóla og eru núna að fara að dreifa út af heimilisofbeldi fyrir börn í skóla og aðra vinnustaði barna. Eða þar sem börn koma saman. Og gæti verið eitthvað sem væri kannski aðgengilegt inn á hjúkrunarheimilum fyrir starfsfólki þar eða inn á félag eldri borgara og það sem væri verið að huga að bara hvað á að gera þegar það vaknar grunur heimilisofbeldi, hvar þú getur leita upplýsingar. Þannig að ég fæ svona, þetta eru svona, þetta er í raun og veru basic, það sem við erum að reyna bara skilaboðin séu hér bara muna 112. Ef þú ert í vafa, þá 112 og hringdu í 112. Og fara ekkert að skamma mig fyrir það að ég sé að hvetja þess að fleiri hringi ykkur eða þá kíkja inn á ofbeldisskáttina eða fólk treystir sér ekki til að hringja. Þannig að það er svona, ég vona að þetta svari þessum spurningum. Takk fyrir.